Og áfram höldum við með smjörið í föstudagsþættinum og N4 og nú ætlum við að heyra af föndurkonunni Kristbjörgu og þau eru mætt hérna, Kristbjörg og sonur hennar Axel. Velkomin. Takk. Axel, þú ert ekkert í skólanum núna, eða þú ert í heimaskóla, Já. Mamma að kenna, eða ekki? Jú. Hvernig gengur? Vel? Já, þið svolítið að föndra? Nei. Nei, hún bara dálítið duglega að halda íslensku og starffræði og svoleiðis. Já. Já. En Kristbjörg, við fengum þig í þáttin að því að þú hefur verið með þætti hérna á N4, föndur þætti. Hvenær kviknaði þessi föndur áhugi hjá þér? Ég fættist. Já, ég skil. Manstu ekki eftir þér öðruvísi? Nei. Nei. Ég hef alltaf verið að gera eitthvað. Já. Mér finnst það ótrúlega gaman, þetta er bara minn, þú veist hvernig sem ég þurfa að semja lög, sem ég þurfa að skrifa, ég þarf að föndra. Já, ok. Og hvað finnst þið skemmtilegast að föndra? Núna, ef ég maður sletta, þá er það svona DIY, svona do it yourself verkefni. Mér finnst rosalega gaman að taka eitthvað, breyta því í eitthvað annað. Eru það að tala um húsgögn eða? Já, vel. Eða hvað sem er? Já. Bara ég fer mikið í Rauða krossinn, Fjölsmiðjuna, finn eitthvað þar og breyti því eitthvað annað. Já. Svona pimpar þetta svolítið upp, svona, ef maður slettir ennþá meira. Já, nákvæmlega. Já. Og húsgögnin þín eru kannski svolítið þannig? Heimilið þitt, eða hvað? Heimilið mitt er mikið bara frá IKEA. Já. En ég er mjög mikið á svona verkum upp á vegg, þú veist, skilti og alls konar svona. Já. Svo er mér rosalega gaman að gera eitthvað handa þeim. Handa þeim eða með þeim? Bæði. Já. Bæði. Já. Meira. Hvað hefur þú föndrað nýlega? Eitthvað sem þú mannst að segja okkur frá? Ég er að mála rishælu. Nei, en gaman. Er þetta svona stór mynd sem á að fara á vegginn? Nei, svona lítil keramikstytta. Já. Við notum það í pásunni í skólanum. Það ekki? Er það svona, hvað segir maður, list og verk greina kennslan á heimilinu? Nei, við eiginlega bara ákveðum þetta sjálf. Já. Pabbi fór í tækar og keypti handa honum. Já. Og svo fekk ég líka að gefa út ég bara var svona góður í heimaskóla. Ertu búin að standa þig vel í heimaskólan? Já. En gaman. Hvenær vaknaði á morgnana? Hvenær byrjar heimaskólinn? Ég vakna 8-7 og mamma vinnur til 9 og kemur svo endur mér og segir jæja, skóli! Já, og þú bara opnar augun og ferð á fætur og hlýðir, það ekki? Já. En stundum, mamma, má ég klára vídeóið? Já, ertu þá með það í símanum? Já. Tölvunni, já. Og ferðu stundum að klára vídeó og byrja svo? Já. Þetta er allt svona samningaviðræður. En hvert ferðu svo? Er heimaskólinn inn á eldhúsborði eða inn hjá þér eða stofunni? Í stofunni, bara við borðum kvöldmandinn. Já, það er heimaskólinn. Já. Ok. Stundum mamma fer út í Háköp, menn ég kannski í yndislestri, þá er ég að horfa á Bjarnaból og þá fer mamma út í búð og kaupir og ég er að horfa. Og í dag þá var ég í starffræði og mamma fór út í búð. Já. Og gafst alveg starffræðan einn á meðan? Já. Þú létt með það? Já. En stóra systir, er hún líka í heimaskóla? Já. Við sama borð? Nei, hún er einn í herberginu sínu. Já. Hún fær í gegnum, hún er 12 ára og fær allt í gegnum neti fyrir kennan. Já. Í hvað skóla er þið? Oddera. Já. Þetta er skrítið. Og nú er þetta önnur eða þriðja vikan ykkar í heimaskóla? Þetta er önnur vikan að byrja. Já. Það gengur bara ótrúlega vel. Kannski ætlum við að hann eftir páskafrí að fara. Það fer allt eftir hvernig vírusinn. Já, við þurfum að skoða hvernig þetta fer allt saman að þróast. En þín vinna, getur unnið hana heima? Ég get unnið hana heima. Já. Það er algjör lúxus. Já, læknaritari. Já. Og það er bara hægt að vera með tölvuna sína heima og í sambandi við sjúkrahúsið. Ég bara reka alla út vegna þess að þannig að má ekki neitt sjá hvað ég er að skrifa eða neitt þannig að ég bara loka mig af inn í stofu og læti þetta bara í eyrun og stundum þá kem ég inn og þá verður mamma pínu reið og segir svona Axel, farðu út og veist þú átt ekki að vera hérna. Akkurat, svona er þetta á flestum heimilum þegar krakkar Mamma, ég er að finna eitt vídeó, ég veit ekki hvað það heitir. Já. Svona er þetta. Nú eru náttúrulega allir heima, það verða örugglega árekstra. Ekki allir. Nei, ekki. Pabbinn vinnur. Já.
einmitt. og nokkri í skólanum. Já, já. Það er svona, það eru allavega 4 Sem að mæti í skólan. Já, það eru kannski 8 í öðrum bekk. Já. Þetta er allavega hana. Já. Þetta eru skrýtnir tímar sem að kannski svolítið ofnotaðasta Já. setning sem heyrist þessa dagana. Og ég er bara pínu gladur að vera í heimaskóla út af Já. því í skólan, það er óslega að leiða þessu skólan núna út af því matum þarf að koma til okkar. Já, og nú er mötuneytið allt öðruvísi. Þú fær Já. ekki lengur salatbarinn þinn eða getur skamta sjálfur. Nei. Þetta er svolítið glata. Þess vegna er nú gott að vera í heimaskóla. Já. Sá mömmumat bara. Og svo líka þegar maður fær súkkulaði köku þegar maður er að gera starffræðina. Já, það er Það er ekki ekki- luxus. Og svo er pizza í dag. Til hafa ekki með það. Það verður pínust núið kannski að fara svo aftur í skólan. Eða hvað? Já, þetta verður púsluspil. Já, Og ég veit að Karen, systur mín, Já. hún ennir ekki í skólan. ertu viss. Ertu En veistu viss? það, ég held að þegar þetta er búið, þá verða allir svo fegnir að komast og hitta vinina og kennarana Já. Karen sagði líka í gær mamma, maður fyrir skólan. Já, hvað ætla þetta að sé á mörgum heimilum Mamma nákvæmlega bara- svona? Karen, nei, þú verður heima. Ert þú að hugsa að vera leikari, Axel? Hvað ætlar að vera þá stór? Ertu búin að hugsa það eitthvað? Nei, mér langar, mamma, ég vil æfa liskat en mamma alltaf, sjáum til. Já. En Axel, hún er að tala um hvað það var að gera það voru stór. Já. Langar þið að verða skautadansari? Eða þú veist? Hann er bóndi og dýralæknir. Erum við alveg eftir að tala um sauðburðin? Þú ert svo spenntur að komast í sauðburð til ömmu og afa, eða ekki? Jú. En hvað? Það er ekkert víst að það gangi vel. Sko núna vilja amma af ekki fá neina heimsóknir. Nei. Þau mega kannski ekki fá neina heimsóknir. Þau eru kannski í áhættu hópi, eldri borgarar eða eitthvað svoleið. Já, þau eru ekki beint í áhættu hópi, Nei. þau eru náttúrulega kannski, þau eru náttúrulega fann að eldast Já, já, og vilja bara passa sig, Já. skiljanlega. já. En sauðburðin er ekki fyrir í mæ eða hvað? Hann mest í saupunir í mæ. Já, og þá kannski máttu En kíkja í heimsókn. Já. Mamma, manstu, ég mátti fara aðna þegar það var bara nýbyrjaður og verið Já, í en 3 Axel- vikur. Já, sviku, nei. Víst, þú sagði það. Nei, Það hefur allt breyst síðan þá. Já. Nei, ég sagði ekki 3 vikur. En hvað gerir þú í sauðburðinum, Axel? Fara að taka á móti lömbunum? Já, Já, það. en ég fæ ekki að taka lömbin. Nei. Nei, það verður nokkuð fullorinn að gera það. Já. Já, en ég fæ að sjá það. Já, og fylgjast grannt með og Og kannski hjálpa knúsaðu til. fljótlega. Og stundum frændi minn, hann heiti Jörri og stundum fæ ég að koma onni og hjálpunum. Já, og í stíuna. Já. Þetta er æsi spennandi. Vonandi verður þetta garð gengi þegar sauðburðin hefst og við þú vonum getur það. farið. til Þetta er ömmu og afa. rosalega, þetta er skemmtilegasti tími ásins, Já, saupunum. já. Allir þegar föndur eitthvað núna næstu dögum? Ertu búin að undirbúa næsta föndur, Kristbjörg? Ég er alltaf með eitthvað yfir gangi. Já. Hvað ertu með í gangi núna? Segðu mér. Ég er að skrappa núna. Þú ert að skrappa. Já, scrapbooking, ég veit ekki alveg hvað. Jú, er það ekki svona klippi, lím, eitthvað? Jú, þetta er svona albúm tekin yfir að hæra stig. Já, já, já. Og ég er í því núna. Já. Klippur það út bara úr alls konar efni sem þú Já. fær sendin um brefalúguna Já. og býr til eitthvað listaverk úr því. Já, til dæmis, ég er aðalega að gera úr ferðalögunum okkar Já. og þá hyrði ég alltaf ferðalögunum, Já, geimi já. og nota það eins og bæklinga, miða, Þannig að þetta verður flugmiðana. svona eins og, já, myndalbúm bara miklu meir en það. Já. Og myndirna líka með. Já. kannski. Eru þið þá ljós, hvað heitir það, eru þá að framkalla myndir? Já, ég er með mjög góðan prentara heima Já, sem ég bara prenta sjálf. Já. Maður fær svona nett samvinskupið því að allar þessar myndir sem maður á út um allt á öllum flökkurum og öllum þessum tækjum, Nákvæmlega. þær eru þarna bara einhvern veginn. Já. En þú ert duglega að prenta þar út. Ég reyni það. Já. Þetta er svo ótrúlega gaman að sitja og flétta. Já, skoða svona, Já, rifið gamla minningar. akkurat. Það er svo, þau eru ætlit. Mhm. Og hann að Ég kem frá Tékklandi og Karen frá, Indlandi. já, Já. Og það best, þeim finnst æðislegt að kúra upp í rúmi og flétta albúmunum sínum frá því ég sóttu. Já, vá. Eða frá því við sóttu. Já. Það er magnaðar minningar að eiga. Já. já. Og hann er alltaf, veist, mamma manstu þegar Já. þessi kom og Já. þegar hann er að skoða albúmunum Og sín. stundum þegar ég er að skoða þá segja alltaf, mamma, viltu lesa þetta? Já. Það er svona Rýna texting þetta. með til að rifja upp. Já. En ég er alltaf í skrappinu eitthvað.
og svo ég bara svona endur, þú veist, eins og segi, breyta hlutum Já. Ég að byrja á jólagjöfunum, ég veit að ég Þú ert snemma í því, vel gert. Vá, allt heimatilbúið sem þú gefur. Ég reyna að hafa sem flesta gjafir heimatilbúið. Og þegar maður kemur úr stóru fjölskyldu, þá... Hagkvæmt. Já. Gaman að fá okkur í föstudagsþáttinn, Axel og Kristbjörg. Takk. Gangi ykkur vel í heimaskólanum og á COVID-tímum og bara hlökkum til að komast í sauðburðinn svo í maí, það ekki? Já.